Súrefni er efni sem allar lífverur eða nær allar lífverur geta ekki verið án. Þetta er efni sem er í andrúmsloftinu kringum okkur og við þekkjum sem lofttegund. Það er hins vegar hægt að kæla súrefni það mikið niður að súrefnið verði að vökva. Þá þurfum við að kæla það niður í -183 gráður á Celsius. Það er sem sagt suðumarkið. Og ef við kælum það niður í -219 gráður á Celsius þá förum við niður í bræðslumarkið og þá myndi það frjósa, verða föstuefni. 21% af andrúmsloftinu er súrefni og ástæðan fyrir því að flestar lífverur þurfa súrefni, meira að segja plöntur þurfa súrefni líka, er út af ferli sem kallast bruni eða frumuöndun. Bruni er það ferli þegar að við brennum matnum sem við borðum, fáum út úr honum orku. Við þekkjum bruna þegar það eitthvað brennur. Við vitum að það slökknar á kerti, við setjum dollu yfir og þá klárast súrefnið. Alveg sama hátt deyjum við ef við fáum ekki súrefni því þá hættir þessi bruni. Súrefni er í raun óttalegt eitur. Það gengur ansi hart fram gagnvart alls konar efnum. Við þekkjum það vel ef við skiljum reiðhjólið okkar eftir út í skurði yfir vetur eða í svolítinn tíma, að þá reiðgar það. Það er súrefni sem er að ráðast á málmana og er járn sem að reiðgar. Aðrir málmar reiðgar reyndar ekki, en það getur fallið á þá. Súrefni er líka brýtur niður eins og til dæmis vefinn okkar. Við þekkjum þetta best ef við tökum banana, opnum hann, býtum í hann og leggjum hann svo frá okkur eða epli, þá verða þau dökk eftir smá stund. Þetta er súrefni, það er ekki bakteríur sem er að éta eplið. Það er enga bakteríur sem geta unnið svona hratt. Þetta er súrefnið í andrúmsloftinu sem er að skemma eða svona mynda þessa dökku húð á eplinu.